Bjóðum sæti hérna þeir sem oftast. Sæl öll og velkomin á þennan fund sem haldinn af Vestmannaeyjabæ, Þekkingarsetrinu, SAS og Útvegsmenntafélagi Vestmannaeyja. Fundurinn haldinn, eins og þið vitið, til þess að fara yfir þá stöðu sem komin upp í kjölfar þess loðnubrest sem orðið staðreynd og sem fjárhagslegt högg, gríðarlegt fjárhagslegt högg fyrir samfélagið eins og Vestmannaeyjar. Fólkið, fyrirtækin og sveitarfélagið. Við eigum öll mikið undir loðnuveiðum og vinnslu. Það hefur verið mikil umfjöllun í fjölmiðlum undanfarið loðnubrestinn, en það þetta líka áfall fyrir þjóðarbúið. Heildartekjur á loðnuvertíðinni síðustu voru 18 milljarðar og þriðjungur kvótans hér í Vestmannaeyjum, þannig þið getið ímyndað ykkur áhrifin. Þingmönnum kjördæmisins var sérstaklega boðið á þennan fund, þannig þið fengið á svona beint í æð varðandi það hvað þetta þýðir fyrir samfélagið eins og Vestmannaeyjar. Og þeir áttu ekki allir heimagengt og hún Oddný Harðardóttir, Ásgerður Gylfadóttir, Ari Trausti Guðmundsson og Birgir Þórarinsson hafa beðið fyrir kveðjur. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, ég kem hérna aftur eftir en hann Hrafn ætlar að taka við, Hrafn Sævarsson. Þetta nú mikil græja. Þetta ekki gert fyrir fólk með sítt hafsæðan. Já. Ég held ég setja hárið bara í takt. Það er svona þú sér. Eins og þú? Já. Þið veitir alveg hérna. Og svo greiðu flækinu þetta með rýmissi sko. Svona, hér er núna. Hér er blokk. Svona. Já, þið gæst ég hérna þjóðungur velkomin á þennan fund sem heitir Loðnubrest áhrif og afleiðingar og aðgerðir. Ég heiti Hrafn Sævarsson og starfa í Þekkingarsetrinu sem nýsköpunar- og þróunarstjóri og ég ætla að vera einn 4 fundarmanna framsögumanna í dag, og ég ætla að stýra umræðum eftir framsögurnar, þannig að ég ætla að biðja ykkur að bíða með spurningar framsögurnar og aðrir framsögumenn eru Íris Róbersdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum og Sindri Viðarsson sem sviðsstjóri uppsjáðarsviðs vinnslustöðvarinnar. Hann ætlar að tala fyrir hönd útvegsmanna. Hugsa þetta svona stuttan og snöggan fund og við stefnum að ljúka honum á innan við klukkutíma. Þannig að ég kannski líka biðja ykkur að huga að símanum, að það sé ekki að trufla. Eins og ég kom inn að þá voru þingmenn sérstaklega hvattir til þess að koma og við hittum það skemmna áðan og ég vil náttúrulega þakka þeim sérstaklega fyrir að sýna þennan áhuga sem er að sýnt á málinu og komið hingað til Eyja og þetta eru Ási Friðriks, þetta er Karl Gauti, Karli Magg og Vilhjálmur Árnason. Markmiðið með þessum fundi er að reyna að varpa ljósi á stöðunni í Eyjum vegna þessa loðnubrest. Við viljum vekja athygli á málinu og reyna að minnka neikvæð áhrif sem þessi loðnubrestur er að hafa. Þetta er upplýsingafundur
samstöðufundur og við ætlum að eiga hérna samtal. En aðeins aftur tímann, við byrjuðum fyrir rúmum mánuði síðan að hugsa hvað verið hægt að gera ef þessi staða kæmi upp. Mánuði þar á undan fengum við Þorstein Sigurðsson sem sviðsstjóri Uppsjávarlífríkis Hafró til að koma til Eyja og fjalla loðnuna og vertíðina framundan á erindi hjá okkur. Hagsmunaaðilar í loðnuveiðum og vinnslu hafa sýnt málinu mikinn áhuga. Þorsteinn hefur verið duglegur að skýra málin á opinberum vettvangi og á hann og starfsfólk hans mínu dómi að Hafró mikla þakkir skilið fyrir þeirra framgöngu á síðustu mánuðum í þessari miklu leit að loðnunni. Sjómenn að hafa einnig unnið mjög gott starf í leit að loðnunni og aldrei í sögunni hefur verið jafn mikið leita. En því miður þá var það ekki að skila okkur tilætluðum árangri. En mér langar svona aðeins að því fólk að koma að stað að varpa aðeins upp stóru myndinni til þess að svona skýra stöðuna aðeins og þetta tæpa hérna á nokkrum atriðum á 4 klæðum. Það er kannski myndina, þetta er loðnuveiðar á 37 ára tímabili. Rauðu súlurnar eru vetrarvertíðirna. Við erum að sjá hérna lengst til hægri eru vertíðir síðustu 2 ára, 17 og 18 og þarna á vinstri ás eru naflamagnið og hér eru önnur tímabil. En við erum að sjá hérna 200 tonna vertíðar og upp úr aldamótum þá fór aflið að minnka mjög mikið. Hérna 2009 þá var 15 tonna rannsóknarkvóti og hérna við vorum að sjá hérna þetta er 38 ára tímabil og hérna vertíðin 2017 kom álíka ástandu og núna á vertíðinni þá fannst lítið magn ungloðnu 2 árum fyrir vertíðina og lítið fannst í leiðangur mánuðin á undan, alveg svo gerist nú og að lokum fannst nægt magn svo hægt var að hefja veiðar sem skilaði mjög góðri vertíð þarna árið 2017. En loðnan sannaði þar að hversu brellin hún er og hversu ófyrirsjáanleg hún er. Og rétt upp úr aldamótum fór aflið að minnka mjög mikið eftir langt gott tímabil í loðnuveiðum og árið 2019 var þetta 15 tonna kvóti, 83 sem sjá þetta lengst til vinstri. Þá var veiðibann á loðnu en árið áður hafði kvóti verið 13 tonn á vertíðinni sjálfur, vetrarvertíðinni. En meðalafli síðustu 12 ár núna er búin að vera 300.000 tonn og meðalafli á 20 ára tímabili á 9. og 10. áratugnum er hins vegar þrefalt meiri eða rúmlega 900.000 tonn. Og það hafa því orðið öðru breytingar á síðustu árum í loðnuveiðunum. Nú, aðeins örlítið þróunina milli árana 2017 og 2018 og ég er að birta þessa mynd af því við erum að ræða hérna, við erum að kasta hérna upp tölum frá 17 og 18 bara svo þið sjáðu heildarmyndina. Efst uppi vinstri, þar eru tekjur á loðnuafurðum unnar í Eyjum í milljörðum króna sem lækkuðu á annan milljarð, milljarð á milli árana 2017 og 2018 hérna úr 7 í 6. Og sama tíma þá jókst heildaraflinn á Íslandi 11.000 tonn sem er náttúrulega óverulegt. Það myndir hérna í miðjunni efst. Og heildarverðmæti loðnuafurðanna stóð nánast í stað, þessi hérna upp til hægri hún fer hérna úr 18,1 í 17,8. Og neðri myndirnar 2, þetta er útflutningsverðmæti allra sjávarafurða sem jókst rúma 40 milljarða milli ára úr 17 og 18. Og úr 197 milljörðum hérna í 240 milljörðum. Og þetta er rauninni lækkaði vægi loðnuna 9,2% og 9,2% niður í 7,4%. Og aðeins til Eyja, heildarkvótinn í Eyjum, hann er 32,3% af heildarloðnukvótanum og er kvótinn og veittur og unnin af 3 fyrirtækjum í Vestmannaeyjum. Ísafjarðar er með 20% heildarkvótans, Vinnslustöðin með 10,9% og Huginn er með 1,4%.
hefur verið ákveðið að selja eitt þessar skipa álsi sem er hérna. Kópeldi vinnslu í 2 uppsjávarfrystihúsum í Vestmannaeyjum og í 2 fiskimjölsverksmiðjum, annars vegar Ísólaginu og Vinnslustöðinni, og Ísólaga Vestmannaeyja er einnig með uppsjávarfrystihús og fiskimjölsverksmiðju á Þórshöfn á Langanesi. Og ef litið til aflaverðmætis og aflamagns þá lætur nærri að tæpu 3/3 samanlagðra tekna þessar skipa sé að koma frá loðnuverði. Og skipin veittu smáræðarsíld í nóvember síðastliðnum og sá stofn hefur átt mjög erfitt uppdráttar á síðastliðnum árum og afli er alveg sögulega lítið. Skipin rættir að veiða lítilræði á kolmuna upp á síðkastið og kvóti eyjaskipanna í kolmuna er mjög lágur eða 13,1% af heildinni eða 32.000 tonn. Næstu verkefni eftir yfirstandi kolmunaveiðar hefjast núna í júlí og þá er það makríllinn. En svona á heildina lítið það mun í sáralítið verða veitt og unnið að uppsjávarfiski í 78 mánuði með tilheyrandi tekjumissi fyrir aðila sem byggja afkomu sína af uppsjávarveiðum. Ég langar líka aðeins að tala hérna kannski þessa haghafa. Það eru vissulega fjölmargir aðilar eða haghafa sem loðnubrestur bitna á og hér eru bara svona nokkuð dæmi það. Það eru starfsmenn fyrirtækjanna og svona sem dæmi sjómenn og uppsjávarskipum, þeir munu ekki fara að veiða neitt annað þegar þessi skip er ekki hönnuð fyrir veiðar og bólfiski. Og það sama á við fiskvinnslufólk sem er að bæði að frysta uppsjávarafurðir og bræða og kemur ekkert í staðinn fyrir inn í bræðslurnar. Vestmannaeyjabær, það er útsvarið og hafnargjöld og vörugjöld, bæði aflagjöld og vörugjöld. Sjávarútvegsfyrirtækin í Vestmannaeyjum, þessi 3, þau tapa tekjum og þær fjárfestingar sem er lagt í á síðustu árum verða bara ónýttar á meðan. Þjónustufyrirtæki tengd sjávarútvegi, þau kaupa ekki vörur eða kaupa minna vörum og þjónustu og þetta samfélagi eigum sem fólk og fyrirtæki, það eru bara miklu minni fjármunir í umferð sem við komum að sinna á eftir og kaupa á vörum og þjónustum minnkar. Síðan það náttúrulega líka þannig að kaupendur sjávarafurða, viðskiptavinir þessara fyrirtækja, það hefur keðjuverkandi áhrif, ef þetta gerir okkur ekki alveg nákvæmlega grein hvernig það er, þekkja það betur þessi fyrirtæki og mögulega munu kaupa vörur annars staðar fyrir sín viðskipti. Ég ætla ekki að það lengra. Ég bjóða Írisi aftur hérna í Nei. Hérna þau byggja skýrslunni atvinnutekjur frá 2008-2017 eftir atvinnugreinum sem er gefin út af Byggðastofnun núna í nóvember 2018 og svo samantekt frá fjármálastjóra Vestmannaeyjabæjar og upplýsingar frá fyrirtækjum í greiningu. Tökum bara hérna fyrsta glæðina. Þú skiptir þarna hjá þér? Já, þetta er hérna þjónustu. Þetta er launatekjur í Eyjum 2017 og skipting eftir atvinnugreinum. Og þið sjáu rauðu línuna, það eru fiskveiðar og vinnsla. Og þetta er náttúrulega hlutur sem við vitum. Þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Heildartekjurnar úr öllum atvinnugreinum 2017 voru rúm 15 milljarðar og 5,7 komu úr sjávarútvegi. Það eru rauðu súlurnar efst. Það byrði 38%. Það er nefnilega þannig að starfsmenn þessara atvinnugreina skapar 4 af hverjum 10 krónum sem kom inn í útsvarstekjur til Vestmannaeyjar. Vestmannaeyjar eru mjög stórir í sjávarútvegi
og atvinnutekjum af vegum og vinnslu, sjáðu það ekki 5 stærstu sveitarfélögin, Reykjavík trónir þarna á toppnum og svo komum við, Akureyri, Snæfellsbær og Grindavík, en auðvitað og Reykjavík sé þarna efst sem með mestu tekjurnar, þá náttúrulega líkjum við því ekkert saman hvað vægið og við sjáum það á þessari glæði hér. Vægi sjávarútvegsins allt annað. Þetta ekki að nota þau reyna. En vægið hérna erum við með Snæfellsbæ, Vestmannaeyjar og Grindavík. Þetta það sem vægið mest. En vægið að minnka hjá okkur. Þið sjáum frá því við erum hæðstætt í 55% og við erum komin inn í 38% núna 2017. Og þetta fyrsta árið. Þetta fyrsta árið sem að við erum ekki á toppnum. Við sjáum það á næsta glæði. En þetta umhugsunarvert að við séum þarna á þessum árum í 55% af þessum að heildartekjunum, atvinnutekjunum, en erum komin núna niður í 38%, sem samt alveg gríðarlega mikið. En þið sjáum hérna hvað sjávarútvegur skiptir gríðarlega miklu máli í Vestmannaeyjum. Ef við horfum á hlutfall veiða og vinnslu atvinnutekjum á landinu öllu, þá það 6%, en nú við erum að horfa á 38% hér eins og var komið inn á. En hvað þýðir þetta fyrir samfélagið okkar? Hver eru áhrifin á sveitarfélagið þegar við lendum í því að heil loðnuvertíð dettur út? Bein áhrif á sveitarfélagið sjálft eins og búið að koma fram hér í fjölmiðlum, tæpar 100 milljónir króna í töpum útsvarstekjum hjá bæjarsjóði. Og þá alltaf verið að miða við vertíð eins og búið að vera 17–18. Við vitum náttúrulega hvernig þetta byggist alltaf á kvótanum. Og það um 40 milljónir í tekjutap í Hafnarsjóði. En það mat fjármálastjóra bæjarsins að það sé ekki ástæða að taka tekið þá fjárhagsáætlun 2019 að svo stöddu. En það ekki af því að þetta ekki áfall. Tekjuþáttur bara ávallt mjög varlega áætlaður, en það náttúrulega ekki svigrúm fyrir fleiri áföll. Án þess að fjárhagsáætlun getur verið tekið upp. Eins og ég kom inn á innganginum, þá var vertíðin 18 milljarðar í fyrra. Þetta vertíðin, 6 milljarðar fyrir samfélagið hér. En tapið nemur 4,2% á útsvarstekjum Vestmannaeyjabæjar, en 8,3% af tekjum hafnarinnar. En varðandi bæjarsjóð, þá vorum við með, eru útsvarstekjurnar í fyrra, voru 2.431 milljón. Í áætluninni, núna, fjárhagsáætluninni, það 2.336, það áætlunin til 2019. Þannig það 100 milljónir þarna meðan við rauntekjur í fyrra sem eru settar inn í áætlun núna. Það ákveðið svigrúm. En ef að tekjurnar myndu halda áfram í þessari línulegu, eins og það hafa verið, það að vera að hækka línulega, þá ætti þetta að vera, þetta tap í rauninni sem núna, það bara 200 milljónir. Þannig áfallið klárlega. Þetta áfall fyrir sveitarfélagið, við erum að tapa miklum tekjum. Þó svo það sé þannig að út af því hversu óbáslega varlega þessi þáttur í fjárhagsáætluninni að við séum ekki að taka hann upp. En það breytir því ekki að það þarf að fylgjast með, mjög vel með þessu. Og varðandi höfnina, þið sjáum hvað þetta mikið högg fyrir höfnina, þetta 8,3% að tekjum hafnarinnar. En það sama þar. Það var, með við tekjum hafnarinnar í fyrra, þá þær 20 milljónir lægri í fjárhagsáætlun fyrir 2019, þetta rauntekjurnar voru í fyrra. Þess vegna svigrúmið þar inni líka. En það breytir því ekki að áfallið mikið. En áhrifin á starfsmenn, vegna þess að bak við þessar tölur eru fjölskyldur. Það eru tæplega 200 starfsmenn sem starfa í landi í og við loðnuvinnslu. Það 85 sjómenn sem starfa hjá þessum 3 fyrirtækjum sem úthlutað að vera þessum heimildum. Það kemur ekkert í staðinn hjá þessum sjómennum eins og Hrafn kom inn á því ráð. En þetta hafði náttúrulega áhrif á heimilin.
Þetta eru rúmlega 280 heimili, 16% heimila í Vestmannaeyjum sem að verða fyrir tekjuskerðingu upp á 620 milljónir. Það eru launatekjurnar sem koma út í loðnuvertíð fyrir þessa starfsmenn. Þetta eru gríðarlega háar tölur og skiptir þessa fjölskyldur og samfélagið allt miklu máli. Þá tölum áhrifum á samfélagið. Hugtakið vertíð notað með allt öðrum hætti en áður. Ég hjó eftir því hjá sjávarútvegsráðherra þegar maður að ræða þetta varðandi áhrifin og hver ætti að taka höggið og allt það. Þá talaði hann að orðið lýsir sér loðnuvertíð eða vertíð. Í dag loðnuvertíð og þessa vertíðar með allt öðrum hætti en það hafa verið. Þetta eru uppgrip fyrir þá sem að starfa. Það ekki að koma fleiri hundruð manns til Vestmannaeyja til að vinna á vertíð. Þetta fólki sem vinnur í frystihúsunum. Jú, stundum þarf að bæta við, en þetta þessar fjölskyldur, það treysta á loðnuvertíð sem uppgrip. En áhrifin hríslast allt samfélagið. Loðnubrestur hefur óbein áhrif á fyrirtæki, sveitarfélög og fjölskyldur í Eyjum. Við sem búum hérna og höfum alveg stjórnvita vitum það að daginn það sem ákveðið að það verði ekki loðnuveiði, verði ekki gefin út kvóti, við finnum það samdags. Við finnum það alls staðar. Allir sem í rekstri, alveg saman við hvað starfa, finna fyrir áhrifunum, bæði gagnvart loðnunni og alltaf þegar það verða áföll og breytingar í sjávarútvegi, þá finnum við það samdags. Það af því að við erum svo nálægt þessu. En hve mikil eru heildaráhrifin á samfélagi Eyjum þegar verður loðnubrestur? Við þurfum að fara aðeins í það. Ég bara auka þannig. Við vitum að áhrifin eru mikil, en ekki hversu mikil. En hvað það fyrir áhrif? Ekki nauðsynlegt að greina hver heildaráhrifin á loðnubresti eru fyrir samfélagið á Vestmannaeyjum? Þurfum við ekki að vita það, þegar við tökum þessa baráttu það, að við þurfum einhvers konar, jafnvel mótvægisaðgerðir. Við viljum láta koma til mótskjóflur þegar við verðum fyrir svona áfalli. Við getum sagt hvað Vestmannaeyjabær að tapa, við getum sagt hvað fyrirtækin að tapa. En þurfum við ekki líka að geta sagt hvað samfélagið að tapa í heild sinni? Þar sem þetta kemur allt saman, þurfum við ekki að geta lagt það fram. Að þetta nefnilega svolítið erfitt að taka baráttuna fullt af hlutum í dag, nema mann hafi það á baði og geti sagt, þetta nákvæmlega þetta sem þetta samfélag að verða fyrir. Þetta höggið sem við erum að verða fyrir þegar við missum út heila loðnuvertíð. Við erum uppsjávar sveitarfélag. Við treystum á stofna sem við vitum ekki alltaf hvað fáum að veiða úr og stundum eins og núna. Þetta mjög stórt áfall að því eins og Hrafn fór yfir hérna áðan, þá þarf að fara mjög langt aftur það sem við urðum fyrir áfall eins og þessu. Og mér fannst svolítið sérstakt þegar ráðherra fór svolítið inn á það að við þyrftum svolítið svona sjávarútvegssveitarfélögin þyrftu svolítið að taka höggið. Ég veit alveg auðvitað tökum við líka uppsveifluna, en það að sjávarútvegssveitarfélögin taki höggið, það eiginlega bara 80% af högginu taka Fjarðabyggð og Vestmannaeyjar. Að því þar 80% af kvótanum. Og þetta mér finnst þetta svolítið sérstakt, þetta sagt svona, en ég skil auðvitað það sem hann að segja og það auðvitað, við vitum hvað við búum við, það þannig, en við getum ekki tekið mörg svona högg. Og það líka mikilvægt í svona, þegar svona högg kemur upp, að þó svo ég hafa farið yfir hérna áfram að reksturinn okkar verður jafnur, en þá erum við líka með fjárfestingur og framkvæmdarhlutinu sveitarfélagi. Það mikilvægt á svona tímum að sveitarfélagi sé að framkvæma. Og í fjárhagsáætlun fyrir 2019 þá eru fjárfestingar fyrir 583 milljónir sem Vestmannaeyjabær að fara í. Tvö mjög stór verkefni sem eru bygging á íbúðum fyrir fatlaða og ný slökkvistöð. Og það skiptir máli að sveitarfélagið komi inn í sem að Vestmannaeyjabær færum að gera sökum stöðu sinnar þegar svona árar í samfélaginu. En ég held líka að sé gríðarlega mikilvægt að við tökum stöðumat. Hver staðan og hver eru áhrifin? Til þess að geta tekið þessa baráttu að við vitum ekki hvernig staðan verður á næsta ári með loðnu. Við vitum bara allt og lítið loðnu.
Og þó að það þurfi ekki að taka upp tekjuhliðina eins og staðan núna og reksturinn sé á pari, þá vitum við ekki, við sem sitjum í bæjarstjórn, hvort við þurfum að skoða, taka upp fjárhagsáætlunina þá á framkvæmdahliðinni eða tekjuhliðinni þegar líða tekur á. En þetta allt í skoðun og það alltaf hægt að taka upp þessa áætlun, sveitarfélagsins, fjárhagsáætlunina, varðandi rekstur og fjárfestingu. En að lokum, ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við beitum okkur fyrir því hjá Vestmannaeyjabæ að það verður unnin einhvers konar greining og skýrsla á heildaráhrifum loðnubrests á sveitarfélagi eins og Vestmannaeyjar. Af því að við megum búast við því þessu umhverfi sem við búum að við lendum í þessu. Og þá getum við lagt það á borðið hvað. Og ég mun beita mig fyrir því. En staðan er þannig að fyrirtækin, bærinn og samfélagið allt, við höfum ábyrgð gagnvart þessu. Við höfum ábyrgð gagnvart fólkinu og höfum ábyrgð að halda upp atvinnustiginu. Og sem betur fyrr eru fyrirtækin í Vestmannaeyjum sem stunda þessar veiðar mjög öflug og afkoma þeirra undanfarin ár hefur verið góð. En þau, eins og sveitarfélagið og við öll, þola ekkert mikið meira neitt svona áfram. Við getum unnið okkur út úr þessu að því við erum vön að geta staðið saman, en það þarf líka meira að koma til. Og við erum vön að takast á við stór vandamál og það er mikið samheldni í þessu sveitarfélagi, en það er mikilvægt að vita meira í dag en í gær, bæði áhrif loðnubrests á samfélagi og líka loðnuna sjálfa. Og ég ætla að það drengina í greininni. Takk. Svona, ég heyri í mér. Góðan daginn og nú ber ég að þakka Rafni og Írisi fyrir að hafa frumkvæðið þessu undir. Nokkuð þarfur fundur og gott að það er málin, við sem erum í greiði og kannski svona. Það er bara loðnubrestur og þá verðum við næsta verkefni og verðum að reyna að sinna því eins vel og við getum og það er kannski ekki að velta því fyrir okkur að koma upplýsingum út hver staðan er. En fyrir ykkur sem þekkir mikið þá heiti ég Sindri Viðarsson. Ég er formaður Útvegsbændafélag Vestmannaeyja. Útvegsbændafélag Vestmannaeyja var stofnað 1920, þannig að það voru 100 ára næsta ári. Þar er horft svolítið mikið til framtíðar og ég ætla aðeins að velta framtíðinni fyrir okkur í þessu. Og ég ætla svona að fara yfir hvað loðnan þýðir fyrir okkur. Greina svolítið svona stöðuna, en aðalega vil ég fara yfir það hvað við getum gert til þess að reyna að lágmarka svona staðar komið upp og hvað er hægt að gera til þess að fyrirtæki geti lifað svona sveiflum, því við erum alltaf að díla við náttúruna og við höfum ekki fullt að stjórna á henni. En byrjum á grunninum, þetta er svo sem búið að koma fram áður. Það er 3 fyrirtæki í Eyjum sem halda á loðnuhlutdeild, það er Ísfélagið með 20%, Vinnslustöðin tæp 11% og síðan er það Huginn með tæp 1,5%. Hérna sjáum við útflutningsverðmæti loðnunnar frá 1999, mikið í kringum 10 milljarða og nota bene hérna erum við að tala kvóta sem eru 800.000 til 1,2 milljónir tonna. Hérna í kringum 2006 verður svolítið hrun í hérna úthlutun. 2009 er serranskókvóti 15.000 tonn, það er náttúrulega úthlutningsverð ekki við lítið. Síðan hérna eftir þetta erum við að tala einhvern svona meðal
meðal kvóta upp á 300.000 tonn. Samt erum við að tala útflutningstekjur sem voru í kringum 10, við erum að tala 15 til 20 milljarða. Bláa línan hlutfall loðnunar af heildarútflutningi sjávar. Vegur eitthvað svona 8 til 10%. Þess að sá áðan þá hefur náttúrulega útflutningsverðmæti aukist þrátt fyrir minni afla. Og hérna sjáum við hvernig söluverðið í dollarum, þetta bara útflutningsverðmæti á kíló í dollarum hefur verið að þróast á þessu tímabili. Og þetta hefur bara verið bein í línu. Auðvitað hefur magnið talsvert að segja í þessu, minna magn, þá náttúrulega bara hlutfallslega meira sem fer í frystar afurðir, hrogn eða frysta loðnu, minna í bræðslu. En þetta líka tengt bara tækni, framförum, markaðsmálum og öðrum. Hvað þýðir loðna fyrir okkur sem fyrirtæki? Hérna á þessari mynd sjáum við hlutfall heildartekna þessara fyrirtækja, eða hlutfall loðnu í heildartekjum þessara fyrirtækja. Við erum að sveiflast hérna einhvers staðar í kringum 25 til 30% af heildartekjum. Ísfélag örugglega aðeins hærra, vinnslustöðin einhvers staðar hérna 20-30 og huginn eitthvað aðeins lægra. En þetta segir kannski ekki alla söguna. Í loðnuvertíð, hún stutt og hún snögg. Við tökum mjög mikið magn á stundum tíma, við erum mikil afköst, við keyra á miklu magni. Það stutt á miðin, það ódýrt að sækja, við erum að nóta veiðar, við notum litla olíu og já, við erum bara að nýta líka allan fasta kostnað mun betur heldur en að gera í öðrum tegundum. Þar af leiðandi framleiðin í loðnu yfirleitt betri heldur en í öðrum sambærilegum uppsöfnum. Þannig að 25-30% tekjur, ef við skundum skoða rekstrarniðurstöðuna, þá væri þetta hærra hlutfall. Sér bara aðeins stöðuna, fórum aðeins yfir dáðan. Þetta bara aflinn, þennan hefur verið að þróast. Við erum mikið hérna í kringum 800, 1.200.000 tonn. Hérna 2005, 2006 verður bara hrun og við höfum ekkert náð okkur aftur upp í þessu. 82 var þetta í 0, eða 83. 2009 er þessi rannsókn tók til 15.000 tonn og við erum komin aftur þetta í 0. En það ekki bara sem fyrir loðni, það sem fyrir öðrum tegundum. Og hérna erum við búin að stilla upp töflu, sjáum þess að tegundir humar, norskísli síld, kolmunni, makríl og íslandssíld. Þetta ráðgjöf vísindamannanna fyrir 2019. Þetta ráðgjöfin eins og hún var í fyrra. Breytingin, þetta mest var, ég horfi svona tilbaka síðustu 15-20 ár. Og þetta kvótinn eins og þennan var mestur og þetta hlutdeild eyjanna í þessu. Í ár náttúrulega mikið högg í humri. Við erum að tala ráðgjöf niður 80%. Það stofn sem við skiljum lítið í. Við rannsökum lítið og skiljum lítið hvernig haga sér. Það getur engin svaraði spurningu af hverju humarinn að hrynja núna. Norskísli síldin, við erum að sjá aukningu þar. Það var að vísu búið að gefa út þetta ráðgjöf í haust sem var mínus. Síðan breyttu þeir eitthvað aflareglunni og þá fór það í plús. Kolmunni, hann niður. Makríllinn, hann niður í ráðgjöf. En það náttúrulega engin samningur
milli þessara þjóða sem að nýta norskri síld, kolmunni eða makríl. Þannig að allar þessar tegundir eru líklegast ofveiddar. Og þessi tala mun væntanlega verða lægri í úthlutun, getur verið kringum 20% niðurskurður, en við erum samt að ofveiða stofn. Síðan erum við með 25% af makrílkvótanum í eyjum, samkvæmt úthlutun á síðasta ári, en samkvæmt nýlegum hæstaréttardómi þá eigum við að vera með 35%. Síðan ríkasíldin, hún hefur verið mjög skjótt síðust á. Það sama þar, við skiljum ekki hvað að gerast í þessu, við erum ekki að rannsaka þetta nóg. Þetta niður núna 8%, en þegar mest var þá vorum við að veiða 150.000 tonn af síld. Þá getum við velt aðeins fyrir okkur hvað við getum gert. Fyrir skamms tíma þá geta fyrirtækin reynt að hagræða. Fyrirtækin hafa náttúrulega verið að hagræða gríðarlega mikið á undanförnum árum. Hún har verið fjárfesta mikið og því hefur fylgt ákveðin hagræðing. Og með loðnubrestið þá voru ljóst að það minnka möguleika fyrirtækjanna að ráðast í fjárfestingar og sinna viðhaldi sem mun bara koma niður á þeim í framtíðinni. Og síðan þessi punktur, við getum reynt að auka virði annarra afurða en það tekur tíma og en það hægt að reyna eitthvað í því. Menn munu gera það og menn að gera þetta, menn að skoða alltaf þessa þætti og hafa verið að gera bara allt frá því áður vissum með loðnubresti. En kannski stóra málið í þessu hvað við ætlum að gera til framtíðar. Eins og sagði náðan, útvegsbóndafélagið 100 ára. Ég ætla að vona að það muni önnur 100 ár. Þá þurfum við að vita hvernig við ætlum að hafa framtíðina og á hverju við ætlum að byggja. Og það náttúrulega stóri þátturinn í því að auka rannsóknina. Við þurfum að skilja hvað að gerast í náttúrunni. Við þurfum að skilja hvað við getum tekið út úr náttúrunni, að það sé bara sjálfbært. Og síðan þessi samkeppnisstaða sem við þurfum að huga að. Og ég vil svolítið fókusa á þessa tvo þætti. Þetta eru þeir langstærstu þættirnir sem munu að hafa áhrif á okkur eftir næstu 5 ár eða 10 eða 50 ár. Og eins og ég sagði, rannsóknir, þetta er grunnurinn að því að vita hvað við getum og hvað við ætlum að taka út úr náttúrunni á hverju tíma. Hvernig við getum nýtt þetta, þannig að þetta sé sjálfbært og það hjálpar okkur líka í markaðsmálum og öðru og trúverðugleika atvinnugreinanna. En svona fyrirtæki erum við farnir að þekkja nokkuð vel. Hérna erum við komnir inn í til loka janúar 2001. Þarna er Bjarni Sæmundsson að koma á loðnuleit og það er lítill árangur og menn afskaplega svartsýnir. En hvað gerist þá? Eftir 10 daga storm, þá kemur öll loðnan úr Víkuránum fyrir vestan og það gefur út 1,1 milljón tonna. Það er eins og að menn hætti ekki að rannsaka, hætti ekki að leita, þá er þessi verkið bara horfum. Svipað dæmi hérna 2014. Þarna erum við í 3. febrúar 2014. Ingunn, nýkomin á loðnuleit, fann ekkert og segir ástandið sé óvenjulegt. Menn héldu áfram. Kvótinn var 160.000 tonn, útflutningsverðmæti voru 15 milljarðar. $15 milljarðar fyrir Vestmannaeyjar eru væntanlega sirka 5 milljarðar. Setjum í eitthvað samhengi, þá erum við að reka grunnskóla á Vestmannaeyjum í 5 ár.
á 5 milljörðum. Síðan er uppáhaldsdæmið mitt. Hérna erum við 2017. 25. janúar. Bjarni Sæmundsson að koma úr loðnuleit. Henni lokið. Engin ástæða til bjartsýni. Við erum í sjómannaverkfalli. Það að reyna að fara aftur. Reyna að fjölga skipum til þess að ná betur utan leitina. Hafró biður undanþágu. Það ekki. Ráðherra spurður hvort hann sé til í að setja meiri peninga í þetta. Ég sé enn að hugsa málið. Það var eitthvað að velta fyrir sig að setja 35 milljónir í þetta. Þetta var aldrei komið svar. Og þetta með lánakvóta eitthvað 57.000 tonn. Þá tók útgerðarmenn sig til, sagði það Hafró, fariði, leitiði og hérna við ábyrgjumst það að borga kostnaðinn. Einnig semdu við þegar það fengið grannskip Póra Amora sem kom með. Þetta var viðbótarúthald upp á 45 milljónir. Það skilaði sér í að loðnukvótinn var 299.000 tonn og útflutningsverðmæti voru 18 milljarðar. Með þessu 45 milljónum og jökum við útflutningstekjur íslensku þjóðarinnar um 15 milljarðar. Þetta svona ein besta ávöxtun sem menn hafa fengið á sína peninga. En þetta var ekki besta ávöxtunin fyrir útgerðarmennina. Þetta var besta ávöxtun fyrir ríkissjóð. Því útgerðarmenn fá kannski það er ekki svona cirka 10% af 80 milljónum í vasa útgerðarmanna. Og síðan geta menn velt fyrir sér hvað er sameign þjóðarinnar þegar við sjá svona dæmi. En alltaf klára rannsóknina, þá er það náttúrulega þannig að það eru mikla breytingar í þessu, það eru mikla breytingar í náttúrunni, við erum að sjá allt öðruvísi göngumistu loðnar. En við erum bara ekki að fylgja því nægilega vel eftir. Nú erum við að fá fréttir okkar einasta degi það sé loðna hér og loðna þar og menn get ekki togað það svo mikið loðna og þetta er allt svona menn, það er dauð loðna í fjörunum en það er enginn að fylgjast með þessu, við vitum því. Þetta er nákvæmlega sama staða var hérna á síðasta ári þegar Hoffelli var fyrir norðan á þessum tíma, 20. mars, var að veiða, allur flotinn var búinn, þeir voru fyrir norðan, fínu loðningum, gekk vel að veiða og vinna á hrogn. En það var enginn að fylgjast með þessu. Það getur enginn sagt í dag hvað var að gerast fyrir norðan fyrir 1 ári síðan. Og þetta, allir þessi peningar sem við leggja í þessar rannsóknir og átt og brá hvað var að gerast, þetta er bara ávöxtun til framtíðar. Þetta er ekki það. En förum þá í næsta punkt. Það er hérna samkeppnisstaðan. Fyrir fyrirtækin til að takast á við svona sveiflur, eins og ég sagði áðan, við erum að díla við náttúruna og við stjórnum ekki náttúrunni. Við munum aldrei geta það. Við munum aldrei geta við 100% ansvarlegir, en við erum samt að leggja eitthvað fram við það eins og við getum. Og við getum aldrei sagt að við komum aldrei annar loðnubrestur. En til þess að tryggja það að fyrirtækin ráði við þetta, þá þurfum við að vera samkeppnisfær. Og við erum í samkeppni við aðra þjóðir, alveg eins og bara flugfélög eða hverjir aðrir. Og ef við byrjum að skoða þessa mynd, þá er þetta launakostnaður, hvernig launakostnaður í fiskvinnslu hefur verið að þróast. Hérna séum við 1997, þetta sem skölusúlunar eru fjöldi starfsmanna. 2017 þá hefur fjöldi starfsmanna minnkað 63%. Bláa línan, eða bláa svæði hérna, þetta er laun og launatengd gjöld. Það
Það hefur hækkað. Ef við rýnum svo aðeins í þessa mynd og sjáum við hérna blálínuna. Þetta er framlegð. Hún er dregið saman 40%. Og hvað skýrir það? En á hækkun áfanga hefur hráefni hækkað, hefur á íbúðir, raforka, tryggingar og allt þetta. Hefur það hækkað. Við skoðum það hérna, vinnsluvirði, rauða línan, 99, 100, það stendur í stað. Það er sama hlutfall og var 2008. Það er ekki breyst. Eina sem er breyst, það er launakostnaður. Hann var 100 2008, hann er 152. Annað sem skekkir okkar samkeppnisstöðu talsvert, það eru kolefnisgjöld. Kolefnisgjöld hækkuðu 50% upp á árs 2018. Eftir þá hækkun þá höfðu þau þrefaldast frá árinu 2010 og síðan eru frekara hækkunir 2019 og 2020. Þegar maður lesur greinargerðina með kolefnisgjöld eða lög kolefnisgjöld, þá stendur að þetta er að hvetja einstaklinga og lögaðila að bæta orkunýtingu og nota hreina orku. Samt borga flugfélögin nánast ekkert kolefnisgjald. Þeir sem nota litaolíu borga ekkert kolefnisgjald. Og flutninga- og skemmtiferðaskip borga ekkert kolefnisgjald. Fiskiskip í Danmörku, Þýskalandi og Portúgal, þau eru undanþegin öllum eldsneytisskattum og fiskiskip í Noregi, sem við erum hægir mestri samkeppni við, þau fá endurgreitt kolefnisgjald. En þetta átti að vera hvetjandi fyrir fyrirtækin að minnka kolefnislosun. En sjávarútvegurinn, hann var bara búinn að því. Sjávarútvegurinn er búinn að ná Parísarsamkomulaginu. Sem snýst það að taka niður kolefnislosun 40% frá árinu 1990 til 2030. 1990 þá var sjávarútvegurinn með 19,5% kolefnislosun af heildarútlosun á Íslandi. 2007 kom í 13%. Þannig að sjávarútvegurinn var búinn að þessu. Hann þurfti ekki að setja hann skatt á hann til þess að segja hann að fara að lækka þetta. 2014 kom ennþá niður, 9,7%. Samt er það hækkað 50% árið 2008 og frekar hækkunar núna á næsta ári. Þetta er það sem iðnaðurinn hefur gert. Það er aukin rafvæðing í fiskimjölsverksmiðjum, þar sem menn hafa verið að vera fjárfesta. Það er aukin hagræðing í aflaheimildum og síðan fjárfesting í nýjum skipum og tækni. Þriðji stóri punkturinn í þessu öllu saman stimpilgjöld. Stimpilgjöld eru aðeins lögð á skip eða fiskiskip sem yfir brúttó, sem eru yfir 5 brúttótonn. Kaupskip eru undanþegin, vinnuvélar eru undanþegnar
og flugvélar eru undanþegnar. Og í Noregi ekki lagt stimpilgjald á atvinnulífið. Við förum aðeins tilbaka, ímynda ykkur það. Ef við myndum lenda í þessari stöðu í dag, uppsjávarflotinn hefur aldrei verið minni á Íslandi. Hérna erum við í lok janúar. Þetta gerist líka í byrjun febrúar. Ef við ættum allir að fara að veiða 1 milljón tonna á þessi skip sem við höfum í dag. Ef við ættum að fara að ná okkur í skip og fara að borga stimpilgjöld á skip sem við verðum að taka inn. Það væri ekki mjög flókið og kostnaðarsamt. Síðan síðast stórpunturinn í öllu saman, það veiðigjöldin. Það var alltaf gerð ákveðin breyting á veiðigjöldum núna í gildi í upphafi árs sem, það er alltaf að þau eru komin svona nær rauntíma og það geta, eða menn deili minna kannski aðferðafræðina en meira upphæðina. Og en við erum samt á því að þau eru alltaf há. Og það er svona búið að sýna fram á það mörgum sinnum og ég þarf að gera það einu sinni enn. En við bara bendum aðeins á þennan punkt. Veiðigjöld eiga að vera 33% af hagnaði. Í uppsjávarfiski, það er sett 10% álag. Það þýðir að þú gætir greitt veiðigjald í uppsjávarveiðum þótt að útgerð uppsjávarskipa sé rekin með tap. Síðan bara svona í lokin, þá eru hérna nokkrir fleiri punktar. Laun sjómanna bera hærra tryggingagjald, þetta er hjá öðrum stéttum. Síðan er þessi eftirlitsþáttur ríkisins, hann gerir lítið annað en að hækka. Og til að mynda þá er eftirlitsmenn frá Fiskistofu, ef þeir koma fyrir fiskiskip. Fyrir 3 árum kostaði það 30 skall á dag, í dag kostar 80. Og það er smá leiðindi í lokin. Þá er þetta tillögur Viðreisnar við vinnslu á síðasta fjárlagafrumvarpi, núna í desember. Það lögðu þeir til að við hækka veiðigjöld til 5,5 milljarða og aðalega til þess að búa til afgang fyrir ríkissjóð upp á 3,9. Þetta er þýtt að út úr samfélaginu í Eyjum hefur taka 600-700 milljónir. Draga það út úr fyrirtækjunum í Vestmannaeyjum til að búa til afgang hjá ríkissjóð. En kannski með þessu vil ég nú ekki vera að draga einn þingflokk út úr þessu frekar en annan. Jú. En kannski bara að benda það. Hvar eru hugmyndirnar það að stækka kökur? Hvenær komu þær fram? Hvernig ætlum við að stækka kökuna, ætlum að standa undir þeim lífskjörum sem í þessu landi? Við gerum ekki svona. Það er alvarinn. Og eftir þessa ruglu, þá getum við bara velt þessu fyrir okkur.
stendur í stjórnarsáttmálanum tryggja samkeppnishæfni sjávarútvegs á alþjóðlegum mörkuðum. Þannig að ég hvet þau sem eru hérna inni að einhenda sér í þessa punkta og við skulum sjá náttúruna en tryggi ég það að við getum unnið í þokkalegum starfsumhverfi. Takk fyrir. Jæja, við ætlum að komum svolítið langt fram með tíma sem við áætluðum í, en hérna við ætlum að höfum verið að varpa þessu fundi út á Facebook. Við ætlum að stoppa það útsendingu bara núna, það er svona búið að fara yfir á efnið. Við ætlum að ljúka henni þar með, við ætlum að eiga þetta smá svona, þeir svona maga þegar ég fór að horfa hérna yfir hópinn að